áfram sko. Þetta öðruvísi út af því að hún actually manneskja, þetta ekki teikni þú veist, og hún að tala, hún að útskýra og svo koma teiknimyndir þú veist, inn á milli og bakvið og svona. Og markmiðið þá bara lærdómur líka, skilur að börnin sé að læra á því að horfa og það sé eitthvað svona einmitt, að sé að koma fyrstu orðin sé íslensk orð Mjög góð punktur. Fyrir þá sem eru með lítil börn þarna úti, hvað þetta að horfa og hvað þarf maður að skrifa inn á YouTube til að þetta komi upp? Það Frú Kristín á YouTube með endilega að fara og koma í áskrift. Já, subscribe, það mikilvægast í þessu. Já, algjörlega. Þá fer maður myndbandi strax upp leið og nýtt myndband kemur og svona, þá getur þú verið með utan á púlsinu. Já, og þá fer líka YouTube að taka manni svona aðeins meira alvarlegri með að kannski greiða fyrir áhorfinn. Já, það kannski svona það sem að til þess að þið fáið eitthvað fyrir þetta sem mjög eðlæstu hlutur í heima þið skildu fáið eitthvað fyrir þetta, þau eru þá að treysta á tekjur frá YouTube sjálfum. Já. Frú Kristín á YouTube, já, virkilega vel gert.